Góðan dag og velkomin í þetta erindi sem bara heitir PISA-panik, viðbrögð stjórnvalda við niðurstöðum PISA 2018. Ég heit Anna Söderström og ég doktorsnemi í þjóðfræði og ég starfa líka á skólabókasafni Sunnanleika skóla á Selfossi. Þessi rannsókn sem hér er kynnt er hluti af doktorsverkefni þessum opinber umræða lestur og læsi á Íslandi til skoðunar. Þetta er ekki bara einhver saklaus lína. Þetta á sína frammistaða íslenska nemenda í lesskilningi PISA 2018. Og þessi lína hefur ekki mikið athygli. Og hvað lítur hún svona út? Hver er að kenna? Hvað maður gera betur? Þessi kynning hér mun þó ekki leitast við að svara þeim spurningum, því hér er þetta brennendefli. Það er að viðbrögð stjórnvalda við þessu sama gröf. Því þó að mikið við rættum þessar tölur sem gröfin sýnir, hefur það hvernig talar þessar tölur fengið mín athygli. PISA er alþjóðleg könnun af vegum OECD sem að 3 ára fresti mæli frammistaða íslenska alla nemenda í stærðfræði og lesskilning og náttúruvísindi. PISA hefur haft mikinn áhrif á menntakerfin víðsvegar, en prófið hefur líka mætt mikið gagnrýni, til dæmis hvað varðar hvað prófið prófar, en líka fyrir að hafa áhrif á alþjóðleg stefna menntamálum í þágu nýfrjálshyggjunnar. Gagnrýni hefur verið það mikið að það meira að segja fann skrifa greina þar sem þessi gagnrýni er aðal viðfangsefni. Til dæmis hefur Jón Sjá gert þá, og hann vil meina að þó að gagnrýni á PISA mjög sannfærandi hætti varpa ljós á alvarlegum gallar í prófinu er þessi gagnrýni hunsuð. Sem viðbrögð við versnandi frammistaða íslenska nemenda í lesskilning í PISA 2012 var sett saman hvítbók umbætur menntun sem að miklu leyti byggir á heimildum frá OECD. Eitt af meginmarkmiðum hvítbókarinnar var að 90% grunnskólanema ætti að ná lágmarksviðmiðum í lesskilningi PISA 2018. Hvítbókin hefur líka verið gagnrýnd, meðal annars af Rúnar Sigþórsson, fyrir að fara frá þær félagsmennalegar hugmyndir læsi sem koma fram í aðalnámskrá og að þrengja læsihugtökunni til að vera tengd frammistaða í PISA-könnun. Í kjölfar hvítbókarinnar var sett af stað þjóðsáttmála læsi fyrir að setja læsi í öndvegi og framkvæma markmið hvítbókarinnar. Rúnar Sigþórsson gagnrýnir líka þau aðgerðir sem þar eru boðuð, til dæmis vegna mikinn áhersla á mælingar að kostnað vinnu með aðra þætti, eins og til dæmis lestrargleði og aðferð til að vinna með lesskilningi. Ef skoðað er aðgerðir þjóðsáttmála læsi, eins og til dæmis að þróa mælitæki, staðlaviðmið og læsistefnu sveitarfélaganna, sést einmitt sterkar vísbendingar talnavæðing læsis, eða eins og það kallað á ensku quantification of literacy. Mary Hamilton hefur rannsakað hvernig alþjóðlegar kannanir hafa endurskilgreind og þrengd læsihugtökun til að samsvara mælanlegar tölur. Þessar tölur ganga svo lykilhlutverk í samanburði milli þjóða. Best hefur líka beint á hvernig mæling og menntun hefur eitt spurningum tilgang menntunar út úr umræðina. Markmið hvítbókanna er einmitt eins og Rúnar Sigþórsson bendir á tengd frammistaða í prófin, frekar en eitthvað annað. En hvað gerir þá stjórnvöld þegar þetta markmið ekki nást? Hvernig viðbrögðin þá? Gögnin sem notuð í þessi rannsókn eru hins vegar skýrsla sem Menntamálastofnun gaf út yfir niðurstöður PISA 2018 til desember 2019 og annars vegar blaðamannafundur sama dag. Þessi gögn voru greind með aðferð gagnrýnar orðræðugreiningu. Skýrsla Menntamálastofnunar er rúmlega 100 blaðsíður löng. Hún byrjar með ávarp forstjóra Menntamálastofnunar, svo grein frá PISA-prófi og niðurstöður úr lesskilningshlutann. Strax eftir kynningu þessi meginleg gögn úr PISA kemur kafli þar sem 2 fræðimenn túlkar niðurstöðuna í samhengi við aðgerð til að efla læsi. Svo er svipað sá þegar kemur að náttúruvísindi og stærðfræði, en það var ekki til skoðunar hér. Það var haldið 40 mínútur löng blaðamannafundur þar sem forstjóri MMS kynnti niðurstöðuna prófið og menntamálaráðherra greindi frá hvað skýrir árangur og kynnti sín aðgerðaáætlun í kjölfar niðurstöðuna. Aðgerðaáætlun í kjölfar niðurstöðuna ber kannski vott að markmið hvítbókarinnar hefði ekki nást, þrátt fyrir þjóðsáttmála læsis. Forstjóri Menntamálastofnunar leggur þá áherslu á að menntaembætti taka tíma, en að niðurstöður sýna að það þarf meira af þessu ímyndavinna sem þjóðsáttmála læsis miðar, eða eins og hann orðaði, ekki maður slaka á í þeim aðgerðir sem núna standa yfir til að auka vitund um mikilvægi læsis út í samfélaginu. Það má finna fleiri dæmi í gögnunum að skerpt verður enn frekar á læsi sem viðfangsefni stefnumótunar og að enn frekar verður upphafi læsi. Menntamálaráðherra leggur til dæmis mikinn áherslu á eitthvað sem hún kallar 98% reglan. Hún slær fast að nemendur verða að þekkja 98% orð í það sem þeir lesa til að skilja og því verður að efla orðaforða. En er talan ekki satt? Fjöldi orðaforða getur líka verið dæmi talnavæðingu. Ráðherrann sýnir meira að segja punktarít yfir samband prósentustigs þekkta orða og lesskilningi.
Hún leggur einnig áherslu á að allir kennarar, óháð námsgreinar, eigi að stuðla að nemendur nái þessi 98% orða og eins í skýrslunni eru fræðimenn einnig að tala það brýnt að allir kennarar ætti að læra að efla læsi á faglegan hátt þvert á námsgreinar. Þá boða menntamálaráðherra á að það að bæta við tímum í íslenskukennslu við miðstundarskrá. Hér talan sagt fjölda mínútur. Hins vegar minna tala það sem að forna kostnað aukin áherslu á þetta læsi. Að hverju þetta læsi þá svo mikilvægt? Fræðimenn í skýrslu Menntamálastofnunar svara þessu með vitna í rítum gefnar út af OECD og talar mikilvægi læsis fyrir velsæld þjóða og lesskilning sem lykilfæri fyrir full þáttaka í þjóðfélagi 21. öldinni. Þá taka þeir líka fram að læsisugtökin í aðalnámskrá alfjarri því hvernig OECD skilgrein lesskilning. Og segir lesskilning skilgreind sem að skilja, nota, meta, ígrunda og ástunda lestur í þeim tilgangan á markmiðum sínum, þroska þekkingu sína og hæfileika og að taka þátt í samfélaginu, samkvæmt OECD. Í grein sinni Calculating Normative Literacy Constituting Human Capital vil Tannis Atkins meina að nýfrelsögun hefur endurskilgreind læsi til að vera mælitæki fyrir mannauður og hvert skipti sem niðurstöður læsiskannar eins og PISA eru tengdar mannauður og velsæld þjóða þá sterkar það enn frekar þessi hugmyndi nýfrelsögun hvað læsi og færi læsistökin lengra frá aðrar möguleika nálganir. Það má segja að ekki bara sveigjanleikinn á skólastarfs og list- og verkefnakennsla sem eru hætti vera fornað þegar enn frekar skerpta læsi í kjölfar niðurstöðu 2018. Heldur líka aðrar skilningar á hvað læsi getur verið, til dæmis þann skilgreining sem þann grunnþættu menntunar samkvæmt aðalnámskrá. Þetta alveg takt við hvað Rúnar Sigþórsson segir viðbrögð við PISA 2012. Aðgerðaráætlun sem menntamálaráðherra kynnir virtist líka í þessum miða fremst við að bæta frammistöðu við næsta PISA. Til dæmis má sjá að einn aðgerð að markviss kynjaprófi fyrir foreldra. Aðgerð sem sennilega hefur lítil áhrif á lesskilning nemenda en mögulega getur auka pressan því að kemur að standa sig á prófinu. Menntamálaráðherra undirstrikar mikilvægi PISA með því að segja það sem svo gott með þetta próf að það reynir þennan lesskilning. Þetta akkúrat atriði sem við viljum að börn okkar unga fólki kunni. En að hverju viljum við þessi lesskilning? Það vegna þessa prófi að prófan mitt það? Fræðimennin Sam Sellar og Bob Lingard vilja meina að áhrif PISA og má líka við eigin þekkingafræði þar sem OECD fyrst skilgreinir hvað relevant þekking og svo prófar því þessi þekking fyrir að svo reyna að hafa áhrif á menntakerfin til að tryggja þessi þekking verður til fyrst hún prófum. Í þessi orðræða má því greina ágafan þessum þar sem áhrifum alþjóðlegs efni úr ensku talin ómenning og áhættusöfum fyrir ungmennina þar sem enskan, þetta utanaðkomandi mál, sögð hafa hugsanlega áhrif á íslenskt mál þeirra. En á sama tíma þykir það eðlilegt að stjórnvöld hannar sína aðgerðir undir áhrifum alþjóðlegs efni á ensku, eins og skýrslu frá OECD, aðgerðir sem hafa mikinn áhrif á íslenskt menntakerfi. Eða hvað? Í ávarp sínu undirstrikar forstjóri Menntamálastofnunar mikilvægi læsi sem mælitæki og segist líka vonandi þess að niðurstöður PISA verði gagnlegt innlegg í umræður menntamál. En aðgerðir kjölfar niðurstöður PISA eru kynntar á sama fundin og niðurstöðunar. Og í opinber skýrsla Menntamálastofnunar þeir búið að túlka niðurstöðuna á lesskilningsprófi að tvei fræðimenn. Án þess að gera grein fyrir hvorki neina aðferðir við túlkunar né rökstuðning fyrir val af fræðimenn. Menntamálaráðherra undirstrikar í sín kynning af aðgerðaráætlun að hún búin að tala við lykilfólk og forystuna. Hún nefnir þó hvergi við hverju hún rætt eða hvernig þetta úrrætt sér stað. En hún skýr með að þeir öll sammála það sem hún að segja á kynningafundin. Allir á sama blaðsíðunni. En þetta atferli útilokar aðkoma aðra heldur en þeir sem stjórnvöld hefur valið við úrvinnslu niðurstöður PISA. Eins og maður sá hér í þessi tilvitnum frá forstjóra Menntamálastofnunar að tala mikilvægi þess að draga rétta lærdóminn. Hvað því þá rétt í þessu samhengi? Kristín Dýrfjörð sýnir fram að þegar það var að endurskilgreina læsistökun í stefnurít fyrir leikskólann Reykjavík í þágu nýfrelsögunar voru leikskólakennar ítt fyrir aðkomu við læsistefnumótun. Aðkoma sem hefði áður haft. Það sem kemur fram í þessum gögnum sem hér til skoðunar gefa enn frekar ástæða til að skoða hverjur hefur aðkoma á stefnumótun menntamála. Og hvað með nemendur? Þrátt fyrir að vera þeir sem faktist að taka prófið og því lykilhópið þessum umræða nefnir menntamálaráðherra ekki nemendur sem hóp sem hún hefur talað við. Og þannig hún ekki bara útiloka nemendur fyrir að hafa áhrif að aðgerð með kjölfar niðurstöður PISA 2018, en hún líka útilokaði með orðræða sem mikilvæg hóp að lusta þegar kemur að menntamál. Þegar skoða hvað þætti sem íslenska nemendur hefur erfitt með varðandi frammistaða í lesskilningi stendur í grundin og það lega mat upplýsingar upp úr. Þetta afgreiði menntamálaráðherra með enn og aftur undirstrika mikilvæg góður orðaforða. Hún segir, það rosa mikilvægt að við leggjum áherslu á
það. Því ef það er til staðar, þá ertu komin í álítarhæfni og fælni í rökhugsun. Sem sagt, í þessum orðræða er rökhugsun ábótavæn vegna þess að íslenskan ábótavæn. Í þessu orðræða í læsisúttökunni fætt nær því að kunna mörg orð á íslensku. Áherslan á orðaforða rímar líka vel við orðræðum ábótavæn íslenska kunnáttu sem þegar er áberandi stef í opinber orðræða og átakinni áfram íslenska sem menntamálaráðherra er þegar löngu búið að setja af stað sem viðbrögð. Steinir Kamsis og Valdó vilja meina að PISA-prófi segir í raun verið frekar lítið aðgerðir og býður því upp á eitthvað sem má líka við green screen þar sem stjórnvöld geti varpað sína stefnuna og kallaða viðbrögð við PISA. Eitt dæmi sem er nefnt er hvernig þýsk blaðamaður gerir mikið úr heildagsskóla sem aðstaða vel gegn fínska nemendar á PISA. Og því góð rök fyrir heildagsskóla ætti líka að vera til í Þýskaland. Enda var það mikið til umræðu hans hérið á þann tímapunkti. Gallinn var bara það að í Finnland voru ekki heildagsskólar, en Finnland virkaði eins og green screen. Það má alveg heimfæra kenningar Valdós og Steinars Kamsis til viðbragða stjórnvalda PISA 2018. Áfram íslenska eitt dæmi og áherslan á orðaforða. Annað er hvernig fjalla starfsþróunarverkefni fyrir kennara sem heitir leslyftin. En menntamálaráðherra, forstjóri menntamálastofnunar og fræðimenn tveir gera allir mikið úr leslyfti. Menntamálaráðherra birti mynd af sér saman með sænska menntamálaráðherrann og segir að hún er búin að segja sér alveg hvernig farið á þessu. Fræðimenn skrifar á það sem líklega hefur skipt mestu betra árangur í lesskilning á PISA var að Svíar réðu sem markvissa símenntun kennara til að bæta árangur í læsi með verkefni í leslyfti. Gröfin sýnir visslega hvernig Svíana bætti sér marktakt frá 2012-2015 og heldur þessi frá 2018. Leslyfti var hins vegar ekki sett af stað fyrir skólaárið 2015-2016 annað en að nokkra skólar taki þátt í pröfuverkefni árið undan til að móta verkefni. Á að túlka það þannig að meðan íslenskar aðgerðir í menntamálum eru líka við langhlaup og þurfa sín tíma til að skila árangur, eru sænskar aðgerðir svo skilvirkir að þeir skila árangri meira að segja áður en þeir setja af stað. En menntamálaráðherra var þegar búin að láta vinna skýrsluna starfsþróun kennara og hugmyndir leslyfti ríma vel við og verkefni passa líka vel við ásetningum að skerpa enn frekara læsis og viðfangsefni alla kennara. Þessi gröf er svo myndræn, svart og hvítt, uppið niður, en þessi gröf segir ekkert 98% reglur. Þessi gröf segir ekkert farsæld þjóða til framtíðar eða fáar kennslustundir íslenska miðstig, ekkert ensku. Þessi gröf segir ekkert leslyftið. Þessi gröf segir ekkert einu sinni að það taka mark á sig. Og í því samhengi er þessi gröf frekar saklaus. En það er sögur sem tengdar þessi lína, orðaræða. Það er alls konar sagt, alls konar sögum hvað læsi er og hvers vegna og fyrir hvern, og að það mæla læsi. Alveg eins og Jón Tjá bendir á með gagnrýni á PISA getur sögur sem ljóma rétt fá okkur til að hunsa gagnrýna staðreyndir. Mikið er lust á alþjóðlegar kannanir og PISA hefur áhrif á hvernig við tölum menntamála, hvernig við reiknum menntamála. Í drauna ný menntastefna til 2030 er menntunartölfræði meira að segja sögð svo mikilvæg að hún hefur fengið eigin kafla. Þessi sögur hefur áhrif á okkur, á menntakerfi. Það er svo mikið að gerast þessi orðræða. Hugtök eins og læsi eru endurskilgreind þar, markmið, tilgangur. Þess vegna er það svo mikilvægt að skoða þessar sögur með gagnrýn verklag. Niðurstöður þessa rannsókn að viðbrögð stjórnvalda við PISA 2018 benda mig til að engu megi slaka á í þeirri vinna við að rannsaka þann orðræða sem nú standa yfir til að auka vitund mikilvægi læsis út í samfélaginu. Hér er heimildir sem ég vitna í og sem hefur hjálpað mér að rýna þessu málefni. Takk fyrir mig.